Jæja, Aron Bjarnason, nú hefur gengið mjög vel hjá þér á undanförnu. Hverju viltu þakka þennan árangur? Þakka þennan árangur? Ég bara búinn að æfa vel og bara í mjög góðu standi. Og já, ég myndi segja það bara, held ég. Skaginn á sunnudaginn, hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel. Það gaman, við erum náttúrulega síðasta leik og það er bara hörkuleikur. Ég býst við að þeir komið dýrvillisir í þetta. Þannig að það verður bara hörkuleikur. Nú eru þeir neðstir, í rosalegri fallbaráttu. Nokkur, hvað maður segja, eru menn nokkuð að vanmeta þá? Ég ætla rétt að vona ekki bara. Nei, ég held að við komum bara fullum krafti eins og á móti Ólafsvík. Þannig að ég held að það verður ekkert vanmat þar, sko. Nú er þetta fyrsta árið hérna hjá okkur Blikum. Hvernig hefur þið liðið? Bara mjög vel, sko. Það er bara mjög flott umgjörð og ég er bara mjög ánægður hérna, sko. Þannig að bara mjög sáttur. Eitthvað markmið sem þú sett núna, það sem eftir er tímabilsins? Nei, bara allavega þrjúst í næsta leik. Þá getum við svona aðeins allavega hægt að líta niður fyrir okkur og bara tekið eitt fyrir leik fyrir einu og síðan sjáum við bara hvað gerist. Og skilaboð til stuðningsmannanna svona í lokin? Bara mæta á næsta leik og styðja okkur. Mæta á næsta leik og styðja okkur? Já, það verður skemmtilegt. Það verður mjög skemmtilegt. Og þú lofar 1, 2? Já, halda áfram bara. Halda áfram? Allavega 1. Allavega 1 og 1 stóðsending? Já, það verður gott. Flott. Takk fyrir. Takk. Frábært. Yes. Jæja, Andri Rafn. Nú hefur verið mikið í fjölmiðlum og svoleiðis að undanförnu. Truflar það nokkuð einbeitinguna fyrir Skagaleikinn? Nei, það held ég nú ekki, sko. Skiptir ekki máli? Ætti allavega ekki að gera það. Já. Nú kom þarna fram staðreynd í viðtali við þig að þú hefur ekki fengið spjald síðustu 3 árin. En svona grófu leikmaður eins og þú, hvernig sleppur þú svona auðvitað? Það er náttúrulega bara ótrúlegt, sko. Og já, eins og liðsfélagin tala náttúrulega eiginlega bara óskiljanlegt, sko. En þetta er auðvitað bara eins og þegar markaskorari gengur í gegnum markaþurr, þetta er auðvitað bara þungi fargi að mann létt að hafa loksins gult spjald. Þannig að þú lofa spjaldi á... Já, ég lofa miklu fjöri og spjaldi. Vonandi bara einu allavega. Og við réttum lit. Nú er Skaginn í erfiðri stöðu. Stundum við tala að særdýr séu hættulegustu. Er nokkuð vanmat í gangi hjá okkar mönnum? Nei, ég held að það sé ekkert þannig í gangi. Ég meina bara svo deildin hefur spilast og við höfum verið að spila og þú veist, það var engin tími til þess að vera í einhverju þannig hugsunum, sko. Bara að reyna að ná stöðuleika í okkar leik sem hefur vantað og þetta er bara frábært tækifæri til að sýna það og sanna fyrir svona helst okkur sjálfum að við getum verið góðir og tengt leiki þannig saman. Hefur þið settið markmið svona fyrir tímabilið það sem eftir er? Ekki persónulega, en liðið náttúrulega svona veit hvað það vill og við horfum svolítið á svona seinni helming tímabilsins sem kannski svona nýtt upp af. Margt sem gekk á fyrirhlutann og var kannski ekki mikill stöðuleiki, þannig við höldum bara áfram að reyna að verða betri sem lið og þroskari sem lið og komast betur í gegnum leikina. Á hverju eigum við von á móti Skagamönnum? Eigum við von á blúsandi sóknarleik eða varnarleik eða? Við náttúrulega vonum að við getum stjórna leiknum eins og við viljum gera og stjórna bæði þá hvernig leikurinn er spilaður og hvernig hraðinn er í leiknum. Þannig að við getum verið með boltann og þreifað hann þannig og keyrt upp tempóið þegar við viljum gera það. Þannig að við vonum náttúrulega að við getum spilað okkar leik og stjórna þann leiknum, en við vitum líka að það hins vegar að við þurfum að mæta þeim í ákveðnum hlutum til þess að eiga séns á því að spila okkar leik. Þannig að þetta er svolítið jafnvægi þess á milli að mæta þeim í þeim sem þeir eru góðir í og ná svo að brjótast út úr því og sýna í hverju við erum góðir. Geturðu lofað áhorfendum marki frá þér í þessum leik? Er ekki nóg að ég lofa einu gulu spjaldi? Ég ætla ekki fara að lofa öllu fögru. Eitt gult spjald að minnsta kosti segir þessi frábæri knattspyrnumaður, Andri Rafn. Bara við bíðum spennt eftir sunnudeginum. Já, sömuleiðis. Takk hérlega. Takk fyrir. Tilbúið. Jæja, Mílos, Skaginn á sunnudaginn. Já. Hvernig ætlarðu að leggja þetta upp? Þetta er í rauninni að snúast bara aðalega okkur. Þeir skiptu þjálfara eða smá skiptu svona þjálfara dæmi betra að segja í vikunni.
Þannig það ekki alveg ljóst hvernig þeir koma og spila en ég þarf að gera þetta út frá þeirra leikmannahóp sem þeir eru með. Þetta okkar heimavöllur og allt annað en 3 stig var ekki gott. Oft eru þessi leikir hættulegt ef við mætum ekki með 100% hugafarið og 100% tilbúnir í leik. Ef við mætum okkar 100% versus þeirra 100% þá erum við alltaf að vinna leik. Þannig eins og ég segi í svona leiknum ég mest hræddur við okkur sjálfa frekar en andstæðinga. En leikurinn leggst mjög vel í mig og ég vona að það verður ekki slæma veður, bara svona ágætt haustveður og að fólki mæta á völl og að við vinnum leik. Nú áttum við prýðilegan leik á móti Víkingum á útivelli. En það hefur gengið eiginlega betur á útivelli en heimavelli. Hver ástæðan? Ég hef ekki alveg skýringu út við, það hægt að benda á margt en kannski leikmenn upplifa það að það aðeins meira press á heimavelli að vinna alla leiki og hópur kannski ekki endilega svo sterkur að vinna alla leiki heima. Ungur hópur sem hendla þessu pressu ekki nóg vel og það eitthvað sem við þurfum að vinna með í framtíðinni til þess að laga. Það mjög mikilvægt að vinna leiki heima til þess að fá fólki með okkur og þú veist þess að strákarnir fá fólki með sér meðbyr til þess að geta spila léttara. Það skiptir þeim svo mikið máli. Nú ljóst að þú getur ekki stilt upp alveg nákvæmlega sama liði eins og á móti Víkingunum. Gísli verður í banni en svo koma Kitty og Artur Ari inn. Já, verður erfitt að stilla upp liðinu? Já og nei, rauninni það eru svona 2 æfingar í viðbútt til að sjá hvað hægt að gera og hverjir eru best stemdir fyrir þennan leik en það alveg ljóst að einhverjir þurfa að vera á bekknum og það eru 11 sem komast í byrjunarlið og það gott þegar maður hefur eitthvað að velja, þú veist, það var augnablik þegar það var í rauninni lítið svona framboð þannig að það betra að hafa meira en minna. Nú hafa Skagamenn verið í miklum erfiðleikum. Ætlar að stilla upp sóknardjörfu lið á móti þeim? Sóknardjörfum eða ekki djörfum, það svona eins og ég segi við erum að reyna að hugsa okkar leik, bæta leik frá viku til viku og þú veist, við erum að spila ákveðnan fótbolta sem í rauninni mjög sóknardjörfur, þannig að við kunnum ekkert að spila öðruvísi en hvort við förum að pressa upp þá mjög há upp eða leyfum þeim aðeins að vera með bolta, þá bara komum við ljós. Þú þarft að mæta á leik til þess að vita það. Einhver síðustu orð svona til stuðningsmanna? Já, eins og ég segi mjög mikilvægt fyrir strákana að þeir mæta og vera jákvæðir í burtu að það kannski ekki alltaf eins og stuðningsmenn vilja en strákunum skipta virkilega máli að þeir fá svona hvatning frá stúkunni og það betra stemning og ég hugsa að allir vilju spila í alvöru svona í kring, þegar það alvöru svona fótboltastemning, þegar það læti og allt, þannig að þú veist, ég bara hvetja alla til þess að koma og bara vonandi náum við að halda áfram á sigurbraut og vinna 3 stig á sunnudaginn. 3 stig segir Mílos, við getum tekið undir það, þannig að við sjáumst á sunnudaginn. Já, gerum það, takk. Takk fyrir.